Það höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum sem við tökum upp í pakkhúsinu í Innbænum í indælisveðri, sólin skín og allir glaðir. Og við ætlum að tala aðeins um bíó, við ætlum að tala um sérstaka bíómynd sem leikstýrt er af Svía. Og hérna eru komið til okkar hérna, já, hvað getur við sagt? Pönkari, feminismi og svo kvikmyndaáhugamaður. Feministi. Já, feministi, já, nákvæmlega. Já, við hérna höfum lengi verið að berjast við það að fá þessa mynd norður. Við erum bestar eftir nýjasta mynd Lukas Moodyson. Þetta var aðalmyndin á alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Reykjavík. Og hérna, við ætlum að sýna hana í næstu viku, miðvikudag og fimmtudag í Sambíóunum. Og hérna, þetta er mikill hvalreki. Þú byrjar að segja okkur frá Lukas Moodyson, hvað kemur? Að þetta er líklega þekktasti leikstjóri Norðurlandana og vakti fyrst athygli með myndinni Fucking Åmål. Það hljósi ekki orðið, það var 12 ára gömul eitthvað svoleiðis hérna tvær unglingsstúlkur sem eru svona uppgötvað, það eru lesbíur og flott mynd sem var mjög vinsæl. Nú síðan fór hann svona yfir í ennþá myrkari málefni í myndinni Lilja Forever sem fjallaði mansal og gríðarlega öflug mynd. Til sammans komandi á milli? Já, síðan kom Til sammans sem og hérna A Hole in My Heart sem að tækla svona klámiðnaðinn. Og síðan þessi sem er hérna svona líkist meira Fucking Åmål heldur en hinum, er svona léttleikandi og svona gleðimynd og svona hvatning til krakka og allar að láta til sín til að taka. En þetta tengist kannski að einhverju leyti feminismu og þið eru búin að stofna feministafélag Menntaskólans á Akureyri. Já, við stofnuðum það bara í febrúar og það er alveg komið ótrúlega mikið af fólki í það. Ég held að sem rúmlega 300 sem erum bara á skólanum sem erum í félaginu. Og þessi mynd er bara ótrúlega skemmtilega og svo marganhátt. Hún hérna sýnir líka bara hversu mikla fordóma þær fá á móti sér út af þær vilja vera pönkarar og þær eru svona að rísa upp á móti fjöldanum og þær samt standa alveg með sjálfur sér sem er ótrúlega gaman því að myndin sem fjallar þetta pönktímabil sem er að hefjast í kringum 1980. Já, og það er svona flesta stelpunum í skólanum eru svona fínar og sætar og ljósærar og vilja ekkert vera eitthvað með vangi og flastans og og það er svona byrjað, það eru í svona strákalegum fötum og svona skyrtum og raka sér hárið og ótrúlega En hvers vegna, segðu mig frá þessu feministafélagi samt aðeins. 300 manns í Menntaskólanum á Akureyri í feministafélagi nú alveg bara athyglisvert út af fyrir sig. Hvers vegna heldur að það séu svona margir klárir í þetta og hvers vegna stofnaði þetta félag? Við ákveðum að stofna þetta félag bara þegar við vissum að það væri verið að gera í öðrum skólum og við hugsaum bara af hverju er ekki búið að gera þetta í Emma? Og vissum alveg að fyrirverandi stúdentar voru alveg búin að hugsa það sama bara, af hverju stofnaði ég ekki feministafélag í Emma? Þannig að við ákveðum bara að gera það. Og ég held að það sé bara alltaf að verða miklu meiri vakning meðal ungs fólks varðandi feminisma og jafnrétti og svona. En þegar þið tala um feminisma, er það að tala um hvaða málefni? Er það að tala um launamál eða er það að tala um viðtakari hluti? Við höfum svolítið mikið verið núna svona að tala um klámvæðingu og hlutgerfingu kvenna og fólks almennt bara eins og í pop-iðnaðinum. En svo líka erum við náttúrulega, við erum eiginlega bara með allt. Það er bara svona spurning hvað það er alltaf eins og sko, við séum komin eitthvað ákveðið langt með þetta, þar sem að við erum svolítið að reynsa þetta út og segja að hérna, konur eigi ekki alltaf bara að standa á bíkinni, og samt lendum við aftur alltaf í þessu, svo núna til dæmis á tónlistarverðlaununum að þá er hérna, aðalatriðið. Það stelpa bara sem dansar upp á bíkinni nánast allan tíman í atriði. Þegar maður hélt að við værum komin lengra heldur en þetta, sko. Já, við tókum nefnilega umræðu þetta á hópnum og það voru allir bara ótrúlega hneykslaðir yfir þessu að þetta væri í alvörun að gerast árið 2014 í íslensku sjónvarpi. En ef þetta er eitthvað sem manneskjan vill gera, sko, sem að... Já, en þetta er bara svo ótrúlega fullkomið dæmi hlutgervingu kvenna. Hún er bara
hún bara þarna á sviðinu, hún aftan við og hún bara líkamleg til sýnis, hún ekki þáttakandi í atriðinu. En þarf hún að hugsa, nú er ég að fara að standa þarna sko fyrir hóp allra kvenna eða hún bara að gera þetta fyrir sjálfa sig, það? Já, hún rauninni ræður í alveg sjálf hvað hún gerir, sko. Ég ætla ekki að fara að dæma hana, en mér finnst það bara ótrúlegt að þetta sé bara það sem að fólki finnst gaman að horfa á. Árið 2014. En það þarf að láta í sér heyra og það sem þessi mynd fjallar Og ætlið þið í Femínistafélaginu látið þið ykkur heyra? Ætlið að vera ykkur pönkarar? Ætlið að gera eitthvað? Já, við ætlum að reyna að fá fleira fólk með okkur í lið og svona. Við erum bara svona, þetta verkfall svolítið að trufla okkur. Já. Það eru svo margir sem eru farnir frá Akureyri og eru bara eitthvað út all land. En hvernig verður maður pönkar í dag og lætur heyri í sér og verður svolítið reiður út í það sem að gera í samfélaginu? Bara í rauninni bara með því að gagnrýna það sem að fjöldinn segir. Með því að standa með sjálfum sér og segja skoðanir sínar sem við erum að reyna að gera. En þið eru þú ert nemandi í EMA og þú ert kennari í EMA og þið eru í verkfalli, aðalega í því að fara í sjónvarpsviðtöl, skilst mér. Maður er að reyna að búa til eitthvað nýtt, þannig að núna fara starfstilboðin örugglega að streyma inn. Já, það er það sem gerist. Það langar svo að leika í víkingamynd. Já, allir sem eru að vinna í því. En hefur áhyggjur af þessu verkfalli eða er þetta bara gaman? Þetta má alveg fara að hætta núna, sko. Og svona allt í lagi í svona 2 vikur og svo núna er þetta svona kannski fara að trufla svolítið mikið. Já. Það svolítið bara verið að eyða tíma ykkar í vitleysu. Já, halda tónleika og... Já, þið voru með tónleika sem þetta á Græna hattinum, ekki? Já. En það aftur að myndinni. Já. Er þetta mynd sem að allir er að sjá? Hérna, ég sá hann daginn og hérna, ég var, sko, hún gerist í Stockholm 82 og krakkarnir þarna er á svipum aldri og ég var. Og hún höfðaði strax mjög til mín varandi svona nostalgíuna og það, mér fannst mjög skemmtileg og ég kannaðist vel margt. Ég velti fyrir mér, sko, já, hvernig ætli hún höfði til krakka í dag og þess vegna fannst komið mér skemmtilega óvart að Silvía og þær stelpur, þær keyptu hana alveg skuldlaust. Já, hún var alveg frábær, sko. Mér fannst hún bara að sýna akkurat líka hvernig þetta er í dag. Eins og bara þær, raka sér hárið og eru, öðruvísi heldur en svona flesta stelpur eru og þær mæta svo mikla fordómi bara eins og er í dag. Það er kannski ekki af mikið, en það er ennþá. Þannig. Ef þú ert öðruvísi en hópurinn þá ertu... Já. Þannig að við erum ekkert komin eitt rosalega langt. Það er kannski ekki af mikið, það er ekki án augljóst, en það er samt alltaf svona svolítið undirleikjandi. Ég held að verðum hún opnari, sko. Herðu, en já. Já, bara takk fyrir að... Ég skal þá klára þetta. Takk fyrir að koma og við verum þess að þetta er í bíónu hérna. Já, sko við hérna erum svona að byrja að auglýsta það núna. Við ætlum að taka svona snarpa markaðsherferð, ódýra og góða. En hérna, miðvikudag og fimmtudag, 6:00 í Sambíón. Og bara svo það komið fram að hérna, við ætlum að hafa ódýrt 500 kall inn fyrir krakka 18 ára yngri. Og ég myndi segja að sko, hún höfði því krakka alveg niður í 12 ára og síðan alveg algjörlega upp úr. Veistu hvort þið eru að sýna hann eitthvað á fleiri stöðum á landinu? Sko hún var þarna á Reykjavík, riffhátíðinni í haust. Þannig hún var í Bíóparadís, en hérna, já þetta er tækifæri til að sjá núna á Akureyri. Við erum bestar, we are the best. Við erum það? Já. Já, mér finnst þess að bara allar unglingstelpur og strákar ættu að horfa á þessa mynd. Þetta er alveg, opnar augumanns rosa mikið. Og það er svolítið sem Lukas Mútsson hefur gert, hann er svolítið að opna augu heimsins fyrir aðstöðu kvenna í gegnum árin. Algjörlega. Og þar alveg kalla? Já, nákvæmlega. Þá ætlum við bara áfram þetta. Eftir spárstund þá ætlum við til dæmis að ræða könnun og svo ætlum við að ræða við hljómsveitina Mafama.